Áttu von á nýskráningum einhverjum þá? Eða von á nýskráningu sem að venja sín á það að vera hérna nær þessum mikrofón? Já, ég myndi nú að ég vona á einhverjum nýskráningum. Já. Og einhver fjölu hafa nú svona greint eitthvað frá því opinberlega og svona hvað þau eru að hugsa í þeim öfnum. En ég nokkuð bjartsýnn á það verði. Svona áframhaldandi vaxtalækkanir munu klárlega. Þú sér þær fyrir þér í kortunum, er það ekki? Að vextir muni bara lækka. Ef að verðbólga fyrir niður heldur áfram að þá hljóta vextir að lækka, er það ekki? Já. Það eru væntingar það á markaðnum og meðal fjárfesta. Þannig að ef það gengur eftir og markaðurinn verður svona áfram nokkuð brattur, þá held ég að sé alla forsendur fyrir því að sjá nýskráningar. Já, þessu hefur lýst þannig að markaðurinn sé spennandi, menn nota oft orðið spennandi, hafi ekki tekið eftir því, menn nota oft orðið spennandi sko yfir það að í jákvæðri merkingu. Já. Spennandi markaður getur þýtt að hann muni hækka sko. Þroskaður markaður reynir á tungu. Já, þú lofar einhver sko, mátt ekki segja það sko, eða menn með ekki segja það, en það er þetta orðið spennandi sko. Já, nei, það eru auðvitað víða sem menn eru þá að íhuga að komast inn á markaðinn og kannski First North líka, hann er nú svona fyrsta skrefið Baldur inn í kaupellinu. Algjörlega, við viljum alveg íta meir undir þann markað og það svona stemdi í að væri ákveðin uppbygging að hefjast þar svona í kringum COVID. Ég myndi segja að það var aðeins hægt á því þegar vextir hækkuðu vegna þess að þarna erum við að tala um vaxtarfyrirtæki og svona hér og annars staðar, þá var þetta aldrei svona raunin að þau eru minna spennandi þegar vextir eru háir. Þá er meira svona ok, nú ætlum við að fara í bara það sem er örugt og aftur þessi samburður við innlánsreikningana, ok, þá var það innlánsreikningur eða örugg hlutabréf eða einhver skuldabréf sko. Og þannig að það var ákveðið svona flight to safety eins og við stundum talaðum í leið mér að sletta. Og hérna, en það er alveg talsvert svona svigrúm til að vaxa held ég. Bara ein svona einföld tölfræði sem ég held að svona endurspegli pínu hvaða tækifæri til staðar þar. Nú erum við 33 félög skráð, 5 á First North, 28 á aðalmarkaði. Í Svíþjóð allavega og kannski einhverju leyti á hinum mörkunum líka, þá er sko einlega hlutföllin ekki alveg öfug, en það eru sko miklu fleiri félög á First North heldur en aðalmarkaði. Já. Og hérna, ef okkur tekst, það tekur auðvitað tíma að byggja upp svona vistkerfi á fjármálamarkaði, við tölum stundum vistkerfi, bara til að endurspegla, það er svona það er ágætis orð. Svona margt svona samverkandi sem þarf að ganga upp og spila saman í fjármálakerfinu til þess að sé hægt sé að svona hlúa eins vel og viljum að litlum vaxtafyrirtækjum og ef við náum að byggja það upp sem bara þarf samtaka mátt okkar á markaðnum og stjórnvalda og fleiri að hérna þá held ég getum alveg séð mjög miklu fjölgun þar. Já.